Verið hjartanlega velkomin í part 2. Part 2. En samt part 4. Já, true. En part 2 af fyrstu draugavíkunni okkar. Já, af draugavíkunni. Þetta var orðið smá spooky. Þetta var ógeðslega spooky, sko. Við tókum okkur bara pásu, stoppum og erum komin aftur. Já. Þannig að þeir sem eru að horfa á YouTube sjá að við erum ekki múin að skipta fötu eitthvað þannig. En það að því við ætlum bara að taka þetta allt í einu reki. Einu reki, hérna. En skipta þessu niður svo við myndum ekki hræða úr okkur Líftóruna. Tófuna? Hvað segir maður? Líftóruna. Tóruna. Það held ég nú. Vittu nú. Ég kann ekki. Líftóra. Líftóruna? Líftóruna. Ok. Það er eitthvað sem heitir Drífa Líftóra. Í alvörunni? Ok, ég veit ekkert hvort þetta orð sé til eða ekki lengur. Sjáta á hana. Drífa, ertu að hlusta? Já. Cool nafn. We love you. Já. Herru, já, við ætlum að halda áfram. Já. Við vorum komnar í það að lesa upp sögur frá teipósgestunum. Já. Við ætlum að byrja því að tala organic skincare. Sem við elskum. Legar spa. Það er nú ekki eitt creepy dæmi. Nei, það er mjög næst dæmi. Já. Ég langar að mæla með rakamaskan núna. Ég er svo samlaður. Elskum hann. Hvað er það notan cirka oft í viku? Svona 2 sko. Já. Ég elska góðan raka. Já. Þannig að ég mæli með það. Þú nota möddmaskan svona 1 sinni í viku. Þannig að hreinsa, já, einmitt. Og það er C-vitamin í honum. Já. Við elskum það. 100%. Gulríta og gúrkusafi. Aloe vera og lífræn ávaxtaolía. Getur ekki klikkað, sko. Hljóma mjög vel. Ertu meira notan á kvöldin áður fyrir að sofa eða hvernig notar? Já, kvöldin. Já. En stundur líka bara ef ég er heima að læra eitthvað yfir daginn. Það er bara meðan. Sér ekki þetta 3 á mér, sko. Nei. Ég er bara meðan. Já. Svo 3 á mér morgunin eða þegar ég mann eftir. Einmitt. Ég daginn þegar ég var að fara að mála mig eitthvað svona aðeins meira þegar ég var að fara eitthvað fínt. Þá setti ég að ná mig áður en ég málaði mig. Það er líka geggjað. Mér fannst það líka sniðugt, sko. Það er mjög sniðugt. Það var einhvern veginn bara með svona pínu. Getur gert hárið þetta meðan eða eitthvað. Það var einhvern veginn pínu, þú veist svona, þið veit ekki hvernig maður góða raka undir málingu og þannig, eða svona skín í gegn. Undirstaðan í góðu make-upi er góðu raki í húðinni, sko. Ég held það, sko. Átó. Þannig að Radiant Maskin frá Legar Spa við sjálfsögum mælum með honum. Mælum mjög mikið með. En það sem við mælum líka útrúlega mikið með er teipósrefurinn. Já, ísbúðhuppu. Besti refur í heimi. Núna hljóta svona flestir teipósgestinni vera búin að bruna í ísbúðhuppu og smakka hann, sko. Ég trú ekki öðru. Og flestir eru örugglega 2-3. Ég vona það. Já. Við ætlum ekki að fara að nefna tölunars hvað við erum oftir að búin að fá bara. Við skulum ekki tala það. Við ætlum ekki að vera því, en það er ekkert betra á Ertu mikið að fara í ísbíltúra eða ertu mikið að fara að sækja og fara heim með þeim? Sko, þegar ég var yngri, það var alltaf ísbíltúr málið. Já. Núna ger ég aldrei. Nei. Gerir þú það? Nei. Ég er sko bara nákvæmlega samansaga hjá mér. Ég var miklu meira eitthvað svona hangut í bíl og keyra og þú veist. Bara ísbíltúr og spjalla. Stoppa ykkur stort og granda eitthvað og borða ísinn og eitthvað. En núna er það bara svona, ég er búin að finna einhverja geggjaða myndi eitthvað til að horfa á og svo er ég bara eitthvað, oh my god, náðum okkur í teipósrefin. Það er bara fullkomna þetta kvöld í teipósrefin. Já. Já, vá, ég held ekki pælt í Vaka landsið fyrir ísbíltúr. Já, ef að fara. Já. Ég rúst það til. Já. Mástu maður líka gett alltaf að safna sér saman, gett margir að fara, það var gett gaman. Það er geðvegt. Svo sátt maður gett margir í bílnum eitthvað, Allir með teipósrefin? Já. Bjóðum bara stelpunum mín teipósref bíltúr. Gerðu það? Já. Vá, það eru glókslega til, Já. Ég er það glókslega til, Ég líka. En ef að henda okkur eftir í þessar sögur. Beint í sögur, það er spooky vibes again. Það er spooky vibes. Jæja. Ghosts. Ghosts, where you at? Það er einn sem segir hérna, ég veit ekki hvort það tellir sem draugasa, en mamma sat einu sinni við borð með penna og blað og amma skrifaði í gegnum hana. Oh my god. Hún var dáin. Fyrst ammanar. Skriftin var bara nákvæmlega eins. Seinna fór mamma til eitthvað sem tala við þá látnu. Miðill. Þess við rættum ekki í síðasta þetta. Einhvern sem tala við látnu. Já. Og skammaði mömmu fyrir að vera að trufla þá látnu. En ekkert smá spooky þar sem þetta var bara nákvæmlega eins og skriftinar ömmu og mamma kann ekki að skrifa eins. Býtu, er það þessi miðill að segja að hún megi ekki eins og hún sé að reyna þetta? Já. Fattur við? Hún segir það hérna.
Eins og hún sé bara amma skrifaði eða eitthvað skilur. Já, eins og hún sé búin að vera að reyna þetta. Já. What? Új. Það skammar það. Er mamma þín með eitthvað mikið öðruvísi skrift en þú? Veistu það? Já. Ég er barnalegt skrift sem hún vinnur, sko. Mamma er mikið svona fancy. Já, mamma er endur líka með frekar svona fancy. Eða hvað, kannski ekki. Nei, ekki svona glósuskrift. Nei. Ég skrifa hræðilega, sko. Ég er með ljóta skrift. Er það? Já. Man ekki eftir því. Það veist, ef ég er að glósa, þá hausinn minn er bara einhvers staðar. Já. Ég get ekki að skrifa fínt, en ef ég get samt alveg vanda mig, skilur, ég get alveg skrifa vel. En þú veist, ég get ekki glósa, sko. Nei, ég var bara svona pæla, gæti maður feika skriftina í mömmu sinni? Ég get ekki, held ég, sko. Nei. Kannski er búin að æfa þig eða eitthvað. Já, ég er ekki að segja hún að vera að því, ég er bara svona pælaði hvort maður geta. Það er mjög erfitt að falsa undirskrift, annars væri allt í volli, sko, held ég. Maður allir bara falsa ykkur undirskriftis. Já, ég held að sé nú sem þetta ekki, það er veitt, sko. Ég held það. Ég held að geta eftir þig. Hefur ekkert að falsa undirskrift? Ég veit ekki. Svona á lestrablaðinu eða eitthvað. Já, bóttið. Eða þarna þegar maður... Heima... Já, var ekki líka eitthvað með fermingafræðslu? Eða það? Var það falsa undirskrift og fermingafræðslu? Nei. Tekið þú baka. Nei, ég var bara að pæla. Prestur undir að skrifa undir það Já, var það ekki það svo leys? Byrstaði falsa undirskrifti á presti? Hvað pressin eftir haunted? Nei, I swear to God. Nei, ég var bara að hugsa að það var líka svona ironic. Nei, ég var bara að hugsa að það var, þú veist, það var eitthvað svona blað í fermingafræðslu sem þú þurfti að segja eitthvað, ég fór í kirkju 10 sinnum, nú má ég fermast. En ég hefur ekki falsað. Nei. Vonandi ekki. Ég held að ég hef gert það einhver svona lestarblaði. Já, ég podcast á lestarblaði. Eða þegar maður var að, segja spólur eða eitthvað og þurfti maður ekki skrifa undir eitthvað þá. Það var falsa? Já, bóttið. Af hverju? Ég veit ekki maður. Segja að mamma hefur leitt mér að leiða þessa myndi eitthvað. Ég veit ekki, var það, þurfti maður að skrifa undir? Nei, já, mamma ekki. Það er svona leifisblað líka í sund og eitthvað. Já, það var oft bullað, sko. Já. Það er góða punktur. Ég reyndar fekk bara að mamma skrifaði bara fyrir mig. Já. Mamma var ekki hannig. Hvað með góður. Ég var ekkert að skrópa nema ég vildi það, nei. Nema ég þurfti þess. Nei, ég raun ekki heldur, sko. Ég hef aldrei verið með lélega mætingur einstæðar en eitt þannig, sko. En ég var aldrei eitthvað, mamma, mér langar ekki að fara í skólan. Það var aðalega sund, sko, sem ég nefndi ekki. Það var eitthvað sem ég nefndi bara ekki. En þá var stundum nóg að fara bara skrifstofu og segja, já, ég er að túr. Aha. Já. What? Var það ekki nóg hjá þér? Ég gerði aldrei. Fórstu alltaf í alla sundtíma? Ég man það ekki. Fórum champ ef þú gerir það, sko. Rúklega. Og hvað er dugleg? Ertu góð í að synda? Ég er góð í skrifsundi. Já, sér. Ég get farið fucking hrætt, sko. Þú bara... Ég er alltaf langt sem ég hef gert það. Já. En ég er ekki góð í bringusundi. Nei. Glemdur að læra það? Nei, kennarinn... Ég ætla ekki að fara út í þetta. Jú, veitu, hvað gerði kennarinn? Hún var alltaf að gera grína mér. Sundkennarinn minn. Í alvörunni? Ég lenti slísi og lítil. Já. Ég veit ekki hvað ég að segja þetta. Og það var hestavagn sem að ég lendi undir hestavagni og hann keyrði yfir löppina mína. Ég man þú sagði mér það fyrst og ég held að vera fokkið mér. Ég var bara eitthvað eins og hljómur sem mannst ekki þegar ég var bara nei, sem nú varst ekki fótbrannum báðum þú ekki, jú. Nei, það var ekki þá. Ok. Það var eftir aðgerð sem ég fór í. Já, ok. En ég fór ég var ung og það var eitthvað svona dagar og það var hestvagn og ég fór á hestvagnu, datt á honum og lendi undir honum og löppið mín fór undir. Hvað ertu óhöfin? Mjög. Og þú veist, ég get ekki hreyft ristina í takt eins og á að gera bringusundi og hún var alltaf að skamma mig fyrir það og ég bara gaf mig gett lélegar einkunnir og þú veist, það var alltaf bara geðið lélega mig, ég hataði sundið á því, sko. En þú samt mættir alltaf og eitthvað? Já, ég er svo mikið pushover maður, ég held bara, ég verði að gera betur, sko, ég var aldrei eitthvað ég veit ekki, þetta er mjög skrýtt saga. Nei, hvert erum við komnar? Við erum að tala um drauga sem við. Já, nei, þetta var geggjað, sko. En, já, þá veit ég það um hestasöguna mína, okkur ég hata hesta. Hatar hesta? Ég hef aldrei farið á hestbak. Eftir þetta? Ég hef bara aldrei á æfinu minni farið á hestbak. Þú hefur aldrei farið á hestbak á æfinni? Já, hvað meinar? Og eftir þetta sérstaklega, það hata ég alltaf hata hestar og hræddi þá. En mér finnst það alveg sætir, skilur, en ég vil ekki fara hún á. Nei, já, skil alveg, sko.
Pældi ég aldrei frá hestbak. Nei, já, það gekk greiðlega, sko. Ég var oft fara að hestbak og ég lík lendi að detta af hestu og Já, og í ánni, eða ekki? Nei, ég detta af, ég tvisvar dotti svona illa af hestbaki. Einu sem var, það sem hafa að fara að hestbaka að þú fer kannski á svona reiðtúr og leiðin tilbaka það alltaf þeir hlaupa miklu hraða tilbaka. Þeir vita leiðina heim og eru miklu spenntari. Já. Og vorum 2, þú veist, ég var einu hesti og svo var annar strákur og hann var sínum hesti eitthvað. Og hesturinn hans fyrir að hlaupa geðveikt hratt, þannig að hesturinn mín fyrir að hlaupa geðveikt hratt og ég er að reyna að stoppa hann og næði ekki. En ég einhvern veginn svona tek í beislið á vitlausum stað, hann að beygir átt að grindverkinu og snarhemlar hann, ég skýst bara yfir hausinn. Oh my god. Lendi á svona grindverk, eða svona girðingu, svona gaddavýrum. Oi. Þannig að það fór bara gadd í maður minn. Oh my god. Já, ég reif skýrtuna mína, ég man mjög vel af því. Oi, okkur eftir ekki rætt að hesta. Ég veit ekki, svo... Þetta meira traumatizing fyrir mér, sko. Nei. En svo var einu sinni líka langaði mér og stjúbróðum mínum á þeim tíma geð mikið á hestbak og þá búið að segja nei við okkur. Nei, með ekki fara. Við eitthvað, please, nei, með ekki fara. Þannig að við ákveðum samt að fara þar sem þeir eru inn í svona sínum búri, litla. Já, ekki búið, þetta er svona úti. Já, þú veist, þeir eru svona lokaðir inn í grindverki. Og við erum með brauð og við erum að gefa inn hestabrauð. Svo förum við bara þú veist, berbaka, skilur þú veist, hann er ekki með nakka eða neitt þannig á sér. Þannig við sitjumst á og við erum alltaf inn í þeirra dóti, hann hefur ekkert statis að hlaupa og neitt þannig, hann með að bara kasta af og ég rótaðist. Oh my god. Já. Shit. Hvað akkur að tala með það? Ég veit það ekki. Sorry. Þið eru komin hérna ógæslega spennt fyrir draugarsögu þátt og við erum að tala um hesta. Jæja, og sund. Let's go. Keep going. Herru, hérna, það er einn stutt hérna. Ok. Takk þú hana. Betið þér. Og þessi hérna. Hún heitir No Subject. No Subject. Ég er ekki búin að lesa hana. Hæ. Er með eina sögu sem gerist til pappa. Bróðir pappa var með krabbamein og var vitað að það var ekki hægt að gera neitt meira. Þeir fóru að tala svona að koma aftur sem draugur eða eitthvað þannig og einhvern veginn ákveðu þeir að ef bróðir pappa myndi koma aftur ætti hann að ýta sjónvarpinu niður. Síðan þá hafa 2 sjónvörp farið í gólfið. Oh my god. Ok, mér finnst þetta geggja. Já, bæði skiptin þegar pappi er einn heima. Þannig að það var engin hreyfing heima og engin getur útskýrt af hverju þetta gerðist nema þetta. Ok, mér finnst þetta æði. Hann er svona láta vita á sér. Já, mér finnst þetta geggjað. Pældi að ná að eiga þessa samræði við manneskuna. Bara ok, ef ég fer og ég ætla að láta það vita að mér, þá ætla ég að gera þetta. Brútal samt að eiginlega sjónvarpinu. Það er enda, en þeir tóku svo ákveðin saman. Hann getur ekki verið reiður. Nei, hann getur ekki verið reiður. 3 sjónvarpinu sem hún kaupa þessu ári. Já. Vá, ok, svona, ef ég fell frá, eða þú fellir frá, hvernig ég var láta hvað er að vita? Það þarf að vera eitthvað svona sem maður fattar, skilur. Já, og það þarf einmitt. Það má ekki vera eitthvað íta. Það þarf að vera eitthvað mjög spesifik. Ég kveikja vatninu, þá myndi ég aldrei vera eitthvað svona, þú veist, það er ekki alveg nógu, það er ekki alveg nógu svona special. Svo, en ég myndi samt ekki vilja að vera eitthvað tóa mig úr rúminu. Það er svona svo gróft. Já, sérðu ekki eftir. Ógislega creepy. Hvað þetta er í hug? Hvað ég var að gera við hvoraðra? Vá, þetta er reyndar mjög gott að henda sjónvarpinu niður, af því þú ert yfirleitt alltaf að horfa á sjónvarpinu. Já, en þau eru alltaf föst upp á vegg núna. True. Það er alveg pínu erfitt fyrir þig sem draugur, eða fyrir mig sem draug, að henda niður í sjónvarpinu. Eitthvað. Slag aggressiv. Já. Hvað nota maður svona dagstæðlega? Vá, ég veit það ekki, sko. Ég veit ekki, ég er að hugsa eitthvað svona með tónlist, ég veit ekki hvort þú getur með eitthvað að spila með það. Já, aldrei sé ekki erfitt að kveikja tónlist. Jú, það getur verið svolítið flókið, sko. En það líka getur alveg gerst, eðurst. Ok, eitthvað sem verður alltaf á heimilun okkar er til dæmis ísskápur. Já, opna ísskápin. Opna ísskápin. Bara galopnan, bara upp úr þurru. Veist það gott? Já, gerum það. Ok, skemma matinn. Já. Ok, þannig að ef ég fell frá þá mun ég láta að vita að ég sé að fylgjast með þér og því opna ísskápin. Oh god. Ói, þetta er ógeðslegt. Já. En geggjað. En heldurðu, þú veist þarna, eins og þegar sjónvarpið hjá pappanar er að detta niður og svona, hann er örugglega ekki hræddur. Nei. Hann er örugglega bara svona, bróður minn. Já. Þú veist, hann er örugglega bara svona pínu at peace. Já, pínu bara svona, hann er látið við þessar. Já. Að ég hef oft heyrt, til dæmis, að til dæmis ekki langa, afi minn, sérst pappi mömmu,
hann amma segir að hann hafi alltaf verið með vonda táfílu. Það var alltaf táfíla af honum, bara eitthvað svona sem að, ég veit ekki. Og þau skildu bara þegar mamma var þannig svo ung sko, og hún eignaðist nýjan mann og eitthvað, hún amma. Og hún sat einu sinni bara með manninu sinum heima, nýja manninu sinum, eftir að þess að pabbi með mig dó. Og allt í nefn kemur bara þvílík lykt upp og amma bara, byrju Jón, hvernig fórst þessu sokka? Og hann bara, morgun? Nei, það er ógeðslega vond lykt af þessum sokkum. Það er bara ógeðslega vond táfílan og afi Nonni bara, hvað er það að tala skilurðu? Og bara fyrir sokkunum bara eitthvað, það er engin lykt og það var engin lykt. Og þá var amma bara, Kalli er í heimsókn. Oh my god. Pældu. Já. Bara eitthvað, það vond táfíla. Já. Að það finnst bara eftir wow, hvað það fyndi. Já, bara svona eins og hann hafi bara svona kíkt í heimsókn og verið að láta vita sér. Hann er ekki að gera viljandi, eða hann er bara að lappa þarna. Já, eða. Já. Bá að fyndi. Ekki að fyndi. Ok. Þessi hérna. Ok, vilt þú taka þessa og ég taka hana? Já, taka hana. Ok. Hæ, by the way, elska podcast ykkar. Takk. Ég elskum þig. Best. Mér langar að segja ykkur frá einni ógeðslegri draugasögu. Ok. Ég fæ alltaf svona, Já. Er reddi í þetta? Ok, er það reddi í þetta? Ok, sit down. Kveiki ljósin. Slökku ljósin. Nei, kveiki þau. Slökkuðu. Verið ein að nóttu til. Nei. Mamma mín og pabbi eru skilin og ég er mest hjá pabba. En ég flutti til mömmu í smá tíma og hlutir fóru að gerast. Eitt kvöldi þá var litli bróðir minn, 2 ára, að reyna að segja eitthvað sem ég skildi ekki og var alltaf að benda á gluggann. Það er ekki fyrir mamma kemur heim og skilur hvað hann er að segja. Hann segja draugur. Svo litli bróðir minn var búin að vera að benda og segja draugur á sama stað í 30 mínútur eða svo. Oh my god. 2 ára líka. Já. Akkur veit maður hvað draugur er 2 ára. Já, góð pæling sko. Ég og mamma trúum mikið á svona dæmi og vorum að skýta á okkur úr hræðslu. Svona 10 mínútum seinna þá fór bróðir minn að segja draugur meiða. Oh my god. Hann sagði þetta svona 5 sinnum. Litli hrollurinn sem ég var með og ég bara. Oh my god. En nei, þetta er ekki að versta. Ég á kísu sem er búin að vera mjög duglega að veiða og koma með það sem hún veiðir heim. Það sem hún kom með 2 dögum eftir að bróðir minn var búin að sjá draug var fucking mannsputti. Nei, stopp. Mamma mín er alveg handviss um að þetta sé putti að því hún er hjúkka og þekkir mannslíkamann. Þannig að það kemur ekki annað til greina. Við höldum því fram að þetta tengist sem sagt að Kisa hafi fundið putta af líki sem er draugurinn sem bróðir minn sá. Bróðir minn er ekki ennþá daginn í dag hættur að benda á gluggann og kalla draugur og þetta var fyrir 2 mánuðum. Eftir þetta atvik hef ég ekki getað sofið og fer að taka eftir fleiri skeri hlutum daglega. Áttu ekki að fara með putta á lögreglustöðinu? Það er það sem ég fæla. Þetta er ekki bara, þetta er ekki morðmál. Það er eitthvað að tilkynna þetta. Mér líður svo skringilega. Mér líður svo þurfum að segja eitthvað. Ég var ringilega öðruglega svona. Hvað gerðum við putta? Ég þarf að vita meir. Hvernig erum við bara að föndra yfir það bara, einmitt? Þetta er ekki fyndið. Þegar einhverjir eru úti sem vant að putta á sig. Það er ekki, þú veist, ég efast að það sé, skilur, puttið sem eitthvað misti óvart og var ekkert að leita á honum. Það missur ekki. Sorry. Nei, það missur ekki putta óvart og leitir ekki. Oh my god, this is a criminal case. We are involved. Hóndus, erum við meðsekar eða eitthvað? Við erum gleðið, við þurfum að fara með þessu upplýsingar. Mér líður þess að við þurfum að gera eitthvað. Mér líka. Ok, við þurfum eiginlega bara að svara þessu e-maili. Já, hún bara, og spyrja bara, girl, what's your number? Ég þarf að ringi, sko. Og hvað gerðið þið við puttan? Lítur það eitthvað? Þau hlúta hafa gert, eftir. Já. Hæ? Hún mun bara ekki að segja það. Ég vona það. Ég bara, kýsa maður bara eiga. Oh my god.
What the hell? Þannig að þess að ætlaði ekki að finna líka líkið að þessu Ég veist, manni, það er bara mig- restannars. Bara, það sem kýsa kom með tömtum eftir að bróðum búin að sjá draug var fucking mannsputti. Mamma er alveg handið sem þetta sé putti. Það var eitthvað í lagi þetta. Það er eitthvað mjög off. What the hell? Ok, ég er að Oh grenja, my sko. god, þú verður að segja samt okkur restina. Ég var að vita meira um þetta og hvort Ég það sé bara- búið að finna líkið. Ég er heppin að vera með hennar my pappir God. en ég er alltaf að grenja af með maskaran. Oh, Ok, ég veit ekki hvað sér hrætti það bara... ég er mjög confused. Oh my god. Jæja, ok. Það tók bara twist sem að ég... I did not expect that, sko. Nei. Æ, ok. Oh. On to the next one. Já. Okay, we got a long one, sko. Nei, sko, þetta er... Er það sama, já? basically. já. Þannig að ég ætla bara að taka þetta hérna. Já. Ok, hún verð... eins og sendur okkur hérna. Ok, verð bara að segja ykkur frá þessu er í sjokki. Ég er í sjokki, sko. Þegar fólk er í sjokki, það er það sæn, sko. Ég elska því að setja emoja. Ég Já. var svona, Þá lifi ég mér svo inn í Já. þetta, sko. Ok, ertu ready? já. Vilt þú taka þetta? Nei, þú má taka þetta. Ok. Ég hef aldrei fundið fyrir ykkur drauglu, eða það hélt ég allavega. Eftir að hlusta á seinni draugasögu þáttun ykkar fór ég að tengja við sumt sem þau voruð að segja. Þegar Sunniva fór að tala um fylgjur og hvað það var eins og það hefði kveiknað í ljósapöru fyrir ofan hausinn á mér. Ok, þannig að hún svona hlusta á okkur tala um fylgjur. Og bara svona, what? Já, ok. Og bara, ok. Já, tengdi. Ég vissi ekki hvað þetta væri og ég hef aldrei heyrt tala um þetta. Það gerir svo oft við mig að ég held að eitthvað sé komin heim en svo er enginn. Síðan nokkur myndir setna labba mammin eða eitthvað annar á heimilinu. Gerir slíki vinnunni og bara hvert sem ég fer. Ég fekk svo mikið hroll þegar ég tengdi það saman og fór svo að fatta meira. Þetta er samt svo satt. Ok, fyrir mér þetta svo. Þegar ég var lítil var ég alltaf að gista hjá ömmu og fannst það alltaf rosalega gaman. En þegar ég er 10 ára flytur amma mín í gamla skóla upp í sveit og breytir því í gistaheimili. Og ég elska svona þegar eitt er breytt í annað. Já. Ok, Þetta var einu sinni þetta. já. Þegar ég ætlaði að fara að gista þar gat ég aldrei og þurfti alltaf að skuttla mér heim miðanótt því ég gat ekki aldrei sofnað og ég grét bara endalaust. Ég gat aldrei útskýrt af hverju ég gat ekki gist hjá ömmu og við tengdum þetta alltaf bara við heimþrá. Ég hef það örugglega fundið fyrir einhverjum anda eða draug sem var örugglega ekki næs því ég hágrét endalaust. Eftir þetta og ég fór að pæla meira í þessum er fullt af fleiri hlutum sem ég náði að tengja þetta við og fekk svo mikla gæsahúð að hugsa um þetta. Sagði sér að mömmu frá þessu og hún sagði að þetta gengur í fjölskyldinni og ég er ekki svo eina sem finnur fyrir svona í fjölskyldinni og ég hefði enga hugmynd. Oh my god. Við erum bara að opna augun hjá okkur. Hún bara, fólk byrja að spyrja svona, hvernig fjölskylda? Það er bara fleiri sem að eru svona í fjölskyldinu, þú veist það ekki. Já. Spes. Já. Það er samt áhverð, þú veist, maður Já. er alltaf að fatta meira. Og bara gaman að við gátum opna, Já. hjálpa hann að tengja þetta saman. Einmitt. En þetta er svo mikið svona, þú veist, að heyra í einhverjum koma heim. Og að finna. Já. Þú veist, já, það munur, skilur. Já, 100%. Það er sem maður finnur þegar maður er aleinn í húsi. Maður finnur þegar maður er aleinn inn í herbyggju og maður, það munur. Það er nákvæmlega málið. Eins og um daginn, þá Gunni sérst vinnur stundum kvöldi að nætuvaktir. Og hann var að fara á nætuvakt sem byrja bara klukkan 11. Og hann bara fer og ég fer alltaf að sofa bara kringu það leiti og eitthvað svona. Hann ég slekkur ljósin og fer og eitthvað svona og fer að sofa. Og svo vakna ég svona klukktum setna og ég bara, það er eitthvað hérna inni. Oh my god. Það er eitthvað hérna inni. Og bara, ég vakna bara að það er eitthvað hérna inni. Oh my god. Og ég eitthvað, bara svona, svona hlusta, heyri svona frammi og ég eitthvað, halló? Og þá kunni ég bara, hæ? Ég bara, what the fuck? Og hann var hann bara heima, þá er þess eitthvað, við erum eitthvað fokk upp með þessa vakt og hann kom aftur heim Já. og hefði sendt mér það í skilabóðum en ég var náttúrulega bara sofnuð. Já. En ég var að tala um, þú veist, tilfinningar að vakna því þú veist þú ert ekki ein.
þú veist, það er alveg ógeðslega óþægilegt. Þó hann sé ekki með lætið frammi, hann kannski situr bara á sófanum með eitthvað og þú finnur að sé eitthvað inn í íbúðinni. Það var engin læti í honum. Það er svona öðruvísi að sofa þegar maður er aleinn í íbúð eða þegar maður er með einhverjum. Einmitt, eða einhver þarna. Þannig ég var bara, þú veist... Þú fannst bara svona switchið. Já, það bara switchast eitthvað í andrúmsloftinu, þannig að þú veist, þegar maður stundum finnur fyrir einhverjum koma heim, svona fylgjum, þá er bara eins og eitthvað sé komin heim. Þú veist, það er engin spurning. Nei, þú ert bara að það er einhverjum heima. Já. Eins og þarna, þú vaknar. Einmitt, sem var síðan, en þú veist, já. Nákvæmlega. En það var líka bara svona, og líka fyndi koma, þú veist, mér sé það líka með, þú veist, draugasögurnar sem maður lesa, fólk er að senda okkur. Maður verður svo fearless þegar maður er svona ógeðslega hræddur, þú veist. Það er annað með sleep paralysis að því að þá svona bara, þú veist, bara svona frosn. Já, þú bara frís. Bara frís. Frosn, ég veit ekki. Allan að þú veist, þú bara ert bara kjur í rúminu, það er svona sleep paralysis, en ef þú heyrir eitthvað svona, þú veist, mér svo oft þegar maður lesa sögurnar að fólk eins og stelpunanna áðan á hótelinu sem var fangilsi í Svíþjóð, nei áðan, í fyrir þættinum, er hún bara labbar inn á bað og bara tjekkar og bara fer, þú veist, á milli hæða, þú veist, að maður verður svo fearless að því maður þarf útskýringu hvað er í gangi. Og þetta er bara eins og því ég vaknaði, skilur, þú veist, hvað hefur verið að brjótast inn og ég bara, halló. Og maður pældi að eitthvað önnur rödd bara. Já. Tilbaka. Maður á aldrei að segja halló, sko. Nei, nákvæmlega, en maður gera það þegar maður verður að fá svar við þessar tilfinningu. Og ef að, þú veist, maður heldur ekkit að versta, skilur. Nei, þú heldur aldrei að versta. Nei, þú veist bara, og ég bara klikkaði, skilur. Já, og svo líka, þú veist, bara eins og heima á mér, við erum með svona uppþvottavél sem að opna sig. Já. Þú veist, hún opnast bara þegar hún er búin til þess að lofta bara gegja. En ég hef oft hugsað, þú veist, ég setjum hann kannski stað kvöldi, svo bara heyri ég svona því ég er alveg að sofna og hún sé að opnast. Og ég hef oft hugsað, hvað þetta var ekki hún að opnast, en ég er bara búin að ákveða þetta sé það hljóð, til kannski er eitthvað allt annað að gerast frammi. En þú afsakar það í haustum að þér, og þú hugsa svona, hvað hljóð var það? Já, þetta var potið þetta. Já, maður býr alltaf til. Já, þetta er þetta. Fattar mig, en svo kannski er þetta bara allt annað. Skilur þetta bara draugunum bara, heyrðu hún í mér. Já, úps. Úpsi daisy. En hérna, já, ok. Herru, það er eins sem sendir hérna, langlóku og kapsunu, eða þú veist, subjektið á þessu e-maili er svolítið gott, sko. Oh my god, já. Dóttir mín sér einhvern heima. Já. Oh my god. Ég get ekki svona barnasögur, sko. Þetta er alveg nervigt fyrir mig. Ángríns. Þín verður svona. Nei, ég get ekki neitt, sko. Það er líka, vingur okkar sagði við mig um daginn eitthvað, típist þú eignast haunted barn. Ég bara, hvernig það típist ég? Vist það ekki gaman? Er það típist eitthvað? Já. Okay. Classic, þú eignast haunted barn. Já. Ég bara, wow, nei. Please not. Ekki ef hún fær eitthvað frá Gunna og trúin ekki jack shit. Jæja, ok, á ég að taka þetta. Stu viss? Já. Ok. Jæja. Hún vil byrja á því að hrósa ykkur fyrir æðislegt podcast. Thank you. Elskar svona. Já. En til að bæta aðeins á ykkur sögum, það er ég að díla við óþægilega mikið af skrýtnum hlutum heima og sérstaklega með dóttur mína sem að verða eins og hálsás. Elsku ekki alla börn sem bendur í loftið og tala um ósynlegt fólk. Elsku er ekki elska. Elskum að hafa, nei, höfum elska það. Ándjóks, það er ekki málið það. Ok. Já. Frá því hún nokkra mána hefur hún vaknað milli 3 og 4. Nei. Oh my god. Öskur grátandi. Öskur í kaps. Og oft hefur hún bent í sama hótni í hjónarbygginu og sopnar ekki fyrir ég tek hann upp í til mín. Svo þarna þyrfti ég að flytja. Já. Svo þú veist, þarna væri bara íbúðin ónýtt. Já. Ok. Ég keypti þessa íbúð fyrir 2 árum og ég hef aldrei fengið þá tilfinningu að ég sé ein heima. Ég er ekki hrædd en mér líður óþægilega því ég er ein. Vá, þannig hún har aldrei liðið eins og hún sé ein. Oh my god. Vá, mér finnst það ógeðslega merkilegt. Dóttir mín er óþægilega því hún er ein. Já, þess að segja hún hefur aldrei fengið tilfinningu að hún sé ein heima. Einmitt. Þú veist, það er geðið steikt. Oi. Og svona alltaf þessi tilfinningar sem sé ykkur. Eins og við vorum útskýrað. Já. Dóttir mín á herbyggi sem er leikherbyggi. Það gekk alls ekki að fá að reyna til þess að sofa þar inni. Bara gekk alls ekki. Þannig að hún notar þetta herbyggi bara sem leikherbyggi. Hún vil aldrei vera einin í þessu leikherbyggi og ef ég læðist út á meðan hún leikur sér þá klikkar ekki að það líður smá tími þá hún byrjar að gráta og hleypur út úr herbygginu. Það hefur líka gerst að hún ætla að hlaupa inn í þetta herbyggi, snar stoppar í hurðinni og hleypur tilbaka í fangi á mér. Oh my god. Það er ykkur að minni, sko. Já. Er þetta... Ha? Oh my god. En það versta sem ég hef lent í með hana
að eina nóttina var opið úr hjónaherbygginu og fram og þegar þú liggur upp í rúmi þá sérðu inn í eldhúsi en ekki alveg eldhúsborðið. Þú ert að halla svolítið fram til að sjá eldhúsborðið. Dóttir mín vaknaði eina nóttina uppi hjá okkur og byrja að benda fram. Halla sér fram í rúminu, horfir í smá stund og segir sér hann hæ. Okay, Oh nei, my god. ég get ekki. Nei. Stopp. Ok, hún segir ég skýtnast því í mig, halla mér fram líka, þá er einn eldhústóllinn á miðju gólfinu og snýr beint að herbyggisverðinni. Svona, ég get þetta ekki. Ég Oh get my þetta god. ekki. Þetta er einhver með skrifisæði sem ég fengi sent. What the fuck? Ok, ég er þárast. Úff. Ok. Ói. Ok, halda áfram. Hún segir hæ bara og það er bara stóllana. Hún er með eina, þessum einn svo hálsás, það er bara svona hall, svona bara, hæ. Og þá kíkir hún og það er bara eitt stóll Já, sem oh my God, snýr nei, ég get að ekki, sko. svefnherberginu þeirra. Oi. Ok. Oh my god. Kærasti minn er non-believer og hann varð mjög hræddur. Thank God. Við reynum að koma afsökun af hverju stóllinn geti verið þarna, en við bæðum vitum að hann var undir borðinu eins og hann er alltaf. Ég tek alltaf til og geng frá kvöldin til að hafa hreint fyrir nýjan dag og þú veist, ég hef enga ástöðu fundið fyrir því af hverju ég skilið stól eftir á miðju gólfi og snúa honum að hurðinni. Ég sef alltaf með hurðina loka eftir þetta. Skilja það. Annað sem ég lenti í, ein, var að ég sat upp í sófa og Róbert, sem sagt ryksugur Róbertin hennar, í gangi. Svo hún er bara ein heima og ryksugur Róbertin er í gangi. Ég sé að hurðinin í forstofu er opin og hugsa að ég þarf að loka henni áður en Róbert fer þangað inn. Það var mikil snjór úti og mikil bleita í forstofunni. Hún labba fyrst inn í svefnherbergi til þess að passa að sé ekki snúrur á gólfinu fyrir Róbert til að flækja sig í, en þegar ég labba aftur fram er forstofuhurðin lokuð. Fallegt að þessum húströðu að redda þessi svona fyrir mig. Oh my god. Ég stoppa að horfa hurðina, ég er svona 5 mínútur þannig til ég beð vin minn að vinsalast láta mig í friði. Oh my god. Vá, ég sé þarna, maður verður svo fearless. Já. Hún stendur þetta 5 mínútur og hún er bara, segir svo eflust bara upp átt, lína bara hann. heyrðu, nennir þú að stoppa? Já. Hvað það er fearless? Því henni líður líka alltaf þess að sé ykkur en þannig Já. er hann bara svona, ok, ég þarf að tala við hann. Shit. Kærasti minn lenti líki því þegar hann var einn heima að horfa á sjónvarpi og dótið inn í leikherbergi dóttur okkar byrja að spila. Æ, það er ekkert verið svona Sko, dót að spila, sko. Ég held nefnilega að ég muni bara banna svona dót Já. heima á mér. Að því ég held, bara, ég persónulega, ef ég væri svoandi og ég myndi heyra í þessu dóti frammi. Ég myndi bara látast. Ég segi það, ég myndi bara deyja og staðnum. Já, ok. Og Hér komið gott. þá ert þú orðin draugur og getur séð draugin. Já, og ég get bara opnað Það ískapið. er örugglega verra. Að þú vaknar þegar þú deyrð, sér draugin. Já, en þá get ég svona passa restina fjölskyldumennum mínum heima. Fæti og svo bara aftur vaknar. Já. Já, og kærastan lenti sérst líka í þessu. Eftir allt sem var að gerast heima sendi ég skilaboð vinkonu mömmu sem bjó í þessari íbúð þegar ég var lítil. Hún sagði mér að henni hefði alltaf liðið vel þarna og aldrei fundið neitt en að hundurinn hennar hafi aldrei labbað einn gegnum gangin þar sem herbergin eru. Hún þurfti alltaf að fylgja honum. What? Ég hugsa daglega að fá prest heima að blessa heimilið eða miðil til að segja mér hver er heima. Og eftir drauga þá 2 hjá ykkur held ég að verða bara loksis að því. Já. Nei, ég þarf Do update. it. Já, við þurfum update. Ég þarf update Ætli hún sé búin að right því? now. Oh my god. Mér langar að vita hvort að ef hún lætur blessa Hún heimilið. sendir þetta í enda janúar. Það gæti verið hún sem búin að því. Please, ást að hlusta. Sko, ég er Já. ekki grænast, þetta er bara ég þarf að vita. Hvort að þið líði, þú veist, ef þú ert búin að láta blessa hvort þið líði núna eins og þið sért ein. Já. Og hvort þið eitthvað hefur gerst. Oh my god. Á, ég svara. Oh my god, við vorum að lesa þetta í þættinum. Og Ég svara. svara bara eftir. Nei, bara verð. Þú ert að skrifa right now. Já, ég as bara, we oh my speak. god, við vorum að lesa þetta í þættinum. Ertu búin að fá miðil? Vá, ég er mjög spennt að vita. Ok, ég er búin að senda Ég bara, nei, ég þarf að vita. Já. Við þurfum update, sko. Og við minnum update ykkur. Ef hún sendur á mér. Oh my god. Herri, það er önnur hana. Já. Þú tekur hana. Nei, takk hana. Ég get ekki lesið. Ok. Það er hérna, fjölskylda mín er Haunted 2.0. Ó. Wow, ok.
Hi girls, þið vildu meira, so here you go. Love that. Já. Þegar mamma var ólétt af mér var rosalega mikið sótt á hana í draumi. Þannig að skjöðinni, það er alveg tala um mann þegar maður er óléttur. Draumundum hans verða mjög svona fucked up. Já, þú veist, en það er víst bara eitthvað hormónadóti, sko. Þannig ég er búin að drauma bara alls konar vitleysu, en það er yfirleitt bara eitthvað svona bull. Já. Þú veist, ég hef aldrei verið eitthvað svona hrætt. Það er bara eitthvað bull. Það var sagt við hann að snemma á meðgöngunni að hún yrði að ég yrði stelpa og ég var í gömul sál. Í draumi þá. Örugglega. Það er interesting. Já. Það er enginn búin að segja mér í draumi hvað það mitt verður. Oh my god. Rude. Já. Við fluttum inn í gamalt einbýlishús og þar sá ég alltaf ljótan mann sem var alltaf hjá mér. Mamma ákvað að spyrja mig einn daginn hvort ljóti maðurinn var hjá okkur núna. Ég hallaði mér fram fyrir horn og sagði, nei, ekki núna. Seinna meir gerðum við upp húsið og ekki að karlsinn sem byggði húsið kom að skoða breytingarna sem við gerðum. Þar kom í ljós að maðurinn hennar dó á þeim tíma sem ég byrjaði að sjá hann. What? Vá, þannig að hann fór aftur í gamla húsið sitt. Úff. Ói. Hún segir hérna, ég er líka með nokkra fylgisögu fyrir ykkur. En eldri systir mín er með nokkra fylgjur með sér. Og þegar hún bjó heima hjá okkur var mamma alltaf að finna fyrir hennar fylgju. Eitt kvöldi var mamma ein heima á neðri hæðinni og heyrði augljóslega eitthvað koma inn uppi og farin í eldhús og kveikja á krananum. Og þetta er myndir sem mamma er augljóslega bara svona, já, það er eitthvað heima, skilur. Já. Hún fer svona upp og sér að það sé engin heima. Svo svona kortur seinna kemur eldri systir mín heim og gerir nákvæmlega sama á fylgjan. Oh my god. Nei, fylgjan er bara búin að gera. Já. What? Oft heyrði mamma líka raddir okkar systra og fór að segja hæ og sá svo enginn var komin heim. Oh my god. Sterkar fylgjur hérna. Já, voða. Wow. Hún segir líka að hún er hérna með sleep recorder story. Ok. Frænka mín og vinkonarnar voru að gista og þeim fannst voða sniðugt að nota app sem tekur þig upp tala í svefni. Og ég ætla að skjóta hann sinni á hann held áfram. Hefur pröfað svona? Nei. Okay. Ég held ég tala ekki eftir svefni. Nei, ég downloadaði svona app daginn, hérna, eða ekki langt síðan, til þess að sína Gunna hvað hann hrýtur. Já. En ég veið ekki alveg, því ég vaknaði næsta, ég veit hann hrýtur, það er ekki spurning, ég var bara að sína hún hversu mikið hann hrýtur. Já. Og hérna, ég veið ekki alveg, því ég vaknaði fyrst næsta og var að fara að tjekka, ég var alveg svona, ég degi ef ég heyri hvað. Já, oh my god. Að því að sko, þetta appið þannig, ég þarf að finna hvað það heitir og setja í Instagram story eitthvað, að þú veist, ég get basically spila bara þegar það heyrist hljóð. Já. Þannig að þetta er ekki bara svo að taka voice memo yfir allt. Þannig að þetta seifar bara þegar það heyrðist eitthvað. Það er svo creepy. Hvernig er appið í gangi? Ég skildi ekki alveg. Appið er bara í gangi, svo pikkar það upp ef það heyrir hljóð. Já. Og þá, ef þú veist, byrjar að taka upp og ef það kemur aftur þögn, þá bara hættir það. Oj. Fattar mig? Já. Þannig að, en ég downloadaði þess appa því ég sá að Hildur var með þetta, fyrir Hildur, þannig að hún var að reyna að sýna Aroni hvað hann tala mikið upp á svefni. Já. Og hann segir eitthvað í svefni eitthvað, hún setti þetta eitthvað svona Instagram eða eitthvað, Close Friends eða eitthvað. Og segir hann eitthvað, nei, hver myndi vilja svona ljótt brauð? Pældi í bullinu. Já, en þú veist, pældi samt, þú veist, eins og þarna var ég, þú veist, tjekka tilbaka, hvað ef ég hef verið bara svona, sé bara, hérna er eitthvað hljóð, ég hitt að play og það væri bara önnur rödd. Já, það er eitthvað creepy. Ok, allan, ég ætla að halda áfram með þessa sögu. Allan frænkanar og vinkunar voru að gista og þeim fannst rosa sniðugt að nota svona app. Ok. Þær voru einar heima og fóru að sofa. Tek fram að þær eiga ekki history á að labba í svefni. Daginn eftir þá hlustaður upptökurnar og rekast á einu upptöku sem lætur mann vilja vaka að eilífu. Oh my god. Í upptökunni heyrðist augljóslega einhver opnar hurðina, gengur inn í herbergið, fótgangurinn hljóma eins og einhver var að draga þar löppina á eftir sér, gengur að skrifborðinu hennar og hamast á skúffunni. Oh my god, ég er að tala svona. Já, ég sé það. Fuck, hvað þetta er creepy. Ég dey. Það er hlusta á... Getur þú senda okkur þessu upptöku? Jokes. Það er hlusta á þessu upptöku endalaust því að þær vildu ekki trúa þessu. Vinkonar endaði því að taka strætó heim úr hræðslu og hefur ekki gist síðan. Shit. Tek fram að frænka mín fact-checkaði allt. Hún hringdi í alla sem hefði getað komið heim og enginn sagðist hafa komið heim. Skrifborðið sem var verið að hamast á var smíðað af langaf okkar og er rúmlega 110 ára gamalt.
vonandi var þetta bara hann. En var hann fótbrotinn eða? Kannski. Þetta hljómar svo creepy draugur. Já. Kannski vantar hann eitthvað bara í skúffunni. Já, kannski var hann bara svona... Já. Og þetta er svo creepy. En þetta er svona alvöru upptöku. Já. Og þetta heyrist. Og hann er ekkert að reyna svona að láta, hann er ekkert að vekja þær eða eitthvað þannig. Nei, hann vekur það ekki Nei. ekkert. Og kannski gerir hann þetta alla nætur. Já. Oh my god. Sorry, þú veist, ég elska allt sem að afi manns gerir okkur þannig. Skrifbúrið myndi fjúga út þarna, sko. Það myndi fjúga. Bara inn í eitthvað annar herbyggi. Já, bara í eitthvað geimslu eða eitthvað. Þetta er stundum svolítið creepy, sko. Þegar ég á alveg svona nokkra muni frá ömmu minn og afa, eins og frá afa mínum. Ég er ofta eitthvað svona, ætla að segja eitthvað sem að fylgir þessu. Einmitt. Þetta er alveg creepy, sko. Já, mjög. Líka það er alveg margir sem ég finnst geggja koncept, en það er alveg margir sem að kaupa sér til dæmis notuð húsgögn og þannig eins og í kólabortinu og þannig. Það getur alveg draugur fyllt í, sko. Já. Pældi ég að kaupa bara eitthvað haunted stól eða eitthvað. Oi, það eru alveg oft gest. Ok, þið verður núna allar húsgagnarsögur. Já, please. Það er nóg, sko. Angriðs. Allar miðla og húsgagnarsögur. Það er næstu draugavika. Oh my god, herri. Það var einn sem var bara að senda okkur fyrir, sko, nokkrum dögum. Aha. Já. Nýjasta sagan. Er það tilbúin? Já. Hæ, ég er búin að hlusta á Teboði og ég elska þessi podcast. Ef það kemur part 3 á draugasögum, þá er ég með 1. Þetta er ekki draugasaga, en ég heyrði að við töluðum afturlíf. Okay. Afterlife. Já. Við vorum að tala um hana fyrst í part 2. 2015 lést systir mín mjög ung og henni var sárt saknað. Ég elsku. Í mars eða apríl 2016 var mamma upp í hesthúsi að kvöldi til. Það var snjór yfir öllu og himinin stjörnubjartur og fallegur. Og já, kvöldin í mars og apríl þegar það er snjór, því ég held að segja fallegast í tímabili. Það er þegar bjart snjór þannig allt gekk hvítt. Já. Ok, allavega mammina var upp í hesthúsi að kvöldi til hana. Hún segir hérna, ég bað hana dóttur mína að sýna mér ef hún mögulega gæti að hún væri eitthvað stað nálægt okkur. Þannig að mamminar segir þetta. Já. 2 dögum síðar, og hún er greinlega eitthvað út í hesthúsinu og segir hérna eitthvað, ef þú ert eitthvað stað en láttu mig vita. Vantar eitthvað svona smá, eitthvað opna ískapinu eða eitthvað. 2 dögum síðar var mamma að vaska upp og allt í hennu flýgur hvít dúfa fyrir framan eldhúsgluggann, sest í skafl beint fyrir framan hana. What? Hvít dúfa? Já, merkilegt. Já, ég hef aldrei séð hvíta dúfu. Ekki heldur. Það er ekki á Íslandi. Nei. Hún fór út og reynda að ná henni, en hún flögraði upp á þak. Frænka mín í sveitinni fekk einnig dúfu heimsókn þennan dag. What? Daginn eftir hringir amma vinkonunnar Hönnu í mig. Hver er Hanna? Það er amma vinkonunnar Hönnu. Ok. Hringir amma vinkonunnar Hönnu í mig. Ég veit ekki neitt. Ok, og hún segir að hún, dótturinnar og dóttur hefði farið upp í kirkjugarð að leiðinannar Hönnulísu. Þar satt hvít dúfa og haggaðist ekki. Það er örugglega systir hennar Hanna. Ætlaði ekki? Jú. 100% sko. What? Við fórum til Tenerife í september í fyrra og þegar við opnum út á Svalir á hótelinu sem vorum á, satt í til dúfa á handriðinu. Þá varum við farið að finnast þetta að vera aðeins og margar tilvílanir. Sérstaklega þar sem dúfur hafa nú ekki verið kringum okkur í gegnum tíðina. Svo einn daginn, þegar ég var í vinnunni, flýgur hvít dúfa inn í sjoppinu sem ég var að vinna í, sest á pilsuborðið og vill alls ekki fara. Oh my god. Svo ég trúi því svo sannarlega að það sé til afturlíf. Hún er endurfætt sem dúfa. Já, hún er bara svona, Já. láta vita af sér. Vá, hvað þetta er merkilegt. Ótrúlega. Fallegt. Ótrúlega, því að maður heyrir ekki mikið um dúfur. Nei. Þú veist, eru dúfur í Íslandi það? Greinlega. Já, ég var að sé nokkar svona nýri bæ. Ég aldrei sé hvíta dúfu. Þetta er alveg rare, sko. Já, mér finnst það mjög merkilegt, sko. Og mamman er eitthvað nýbúin að segja eitthvað svona, ef þú ert eitthvað stræðina. Allir fá dúfu heimsóknir. Já. Oh my god, þetta er ógeðslega cute. Og líka á leiðinu hennar. Já. Oh my god. Það er fucking merkilegt, sko. Oh my god. Heyrðu, nú verðum við að tjekka
á Instagramið. Gáðum ekki fundinni þar eða? Jú. Nú. Við getum fundið eitthvað. Ég gat allavega ekki fundið á mér. Það er svoleiðis. Já. En komst ekkert. Það er sjá. Ég náttúrulega held að það sé... Það er ein hérna sem við erum búin að bíða svolítið eftir. Ok. Þetta er tilbúin. Já. Hæ. Ég var að hlusta á draugasögu þáttin ykkar og vildi segja ykkur frá einu spooky atriði sem ég nýlega lenti í. Sem sagt, alltaf því ég gisti hjá ömmu og afa því ég var yngri, fekk ég alltaf sér herbyggi til þess að sofa í. Og í hvers skipti sem ég svaf þarna í þessu herbyggi fekk ég alltaf hræðilegar martraðir. Svo ég ákvaði endanum að gista alltaf í öðru herbyggi því ég var hjá þeim og dreymdi bara þá vel. Síðasta vetur, í örugglega október, þurfti mamma og pabbi að fara í sóttkví svo ég þurfti að vera hjá ömmu og afa í einhvern ákveðin langan tíma. Eina herbyggi sem var laust, heima þeim, sem ég gat gisti, var herbyggi sem ég alltaf fengi martraðir í. Eina nóttina vakna ég, allt í einu út af yngri ástæðu og ég ákvað að færa mig á hina hliðina og sé þar einhverja veru eða mannesku liggjandi við hliðina á mér Oj. með sæng ofan á sér og yfir andlitinu líka. Oj. Ói. Það er svo nálagt. Pæli líka bara, þú veist, hvað svo oft snýr maður sér í svefni og það er bara búm. Það er eitthvað annað. Oj. Oj, í rúminu. Come on. Líka bara með sæng ofan á sér. Bara sofandi. Ég sá þetta allt mjög skýrt en kippti mér ekki upp við þetta. Af einhverju ástæðu vildi ég taka sængina af andlitinu á þessari veru en ég þorði því ekki. Þannig að ég ákvað að pota í þetta sem var og þetta var eins og ég bara pota í eitthvað hart eða bara annan handlegg og þá byrjaði ég smá að fríka út. En svo man ég ekkert meira, ég held að ég hef bara sofnað aftur. En þetta var allt skýrt fyrir mér morgunin eftir og ég mundi allt. Oj, hvað þetta er creepy. Ég vildi segja ykkur frá þessu en ég vildi líka segja þættin ykkur geggjaðir og skemmtilega sem ég hlusta á. Hæ. En, oj. Ok, þú veist það er svo þarna, við erum svona að tala skilu, hvað maður verður eitthvað fýrles, hún pota bara. Og þú veist, hvað er þetta bjúð búst þig þegar þú potar, hvað svo? Þú veist, ertu ekki bara að vonast til þess að þú bara svona einhvern veginn potir í gegn og þá ertu bara, ok, mér að dreyma. En svo bara potar í eitthvað. Eitthvað hart, já. Shit, draugum var örugglega, busted, sleep, go to sleep. Oj, hvað þetta er creepy. Það er einn hérna líka, hérna, tvíburasystur mömmu voru oft í andaglasi og eitt sinn sem þær fóru í andaglas var ekkert að gerast þangað til þær ákveða að hætta og þær voru allar bara leiðin út úr herbygginu þær og einhverju vinkonur þær voru allar komnar langt frá glasinu þegar það sprakk. Oh my god. Það er ekki oft sem glös springa líka. Nei. What? Bara ha? Ekki fara í andaglas, hætti þessu. Jú, vil ég bara það, fyrir utan það, sko. Vil ég gjössanlega hætta því. Vá. Jesus, sko. Þetta er svakalega sögur. Vá, ok, ég spennt að fá fleiri. Ég líka, og líka bara, ég var að senda e-mail tilbaka og svo bíu, því að ég verð að vita hvort hún sé búin að fá að blessa heimili, sko. Ángríns. Svo þurfa að senda líka á með puttan. Já, fyrir gummikúmus. Það má ekki gleymast. Við þurfum bara að spyrja hana, heyrðu, ef við ekki senda e-mail, Jú. Bara spyrja hvað gerir við hana að putta? Já. Ég búið að láta lögregluna vita. Nei, í alvegni. Ángríns. Þetta fokkaði mér upp, sko. Já, ég er alveg hrætt, sko. Ég líka. Er það bara með puttan heima eða leiðu kettinum að geta puttana? Hvað var þið með að putta? Tell us more. Shit, heyrðu, þetta var geggjaði part 2 Já. af fyrstu vikunni af draugavikunni. Eirunni part 4. En ég held að þetta verður bara svolítið sem við munum koma til með að gera aftur og aftur, sko. Já. Og við, þú veist, þið heyrið það að það er alveg fleiri en við að núti sem að hafa áhuga draugum. Já. Og I love that, sko. Svo erum við bara komin með markmið sinu að það er bara að finna miðil, sko. Já. Þannig að ef Next að þið up, sko. þekki miðil, ég er ekki að djóka, sko. Eða það miðill bara, að hlusta. já, hvað Og til ég að koma í podcastið. Já, við getum falið andlitið þitt og allt það, sko, ef að það er það sem vilt. Eins og þeir. Ég veit ekki akkur búist til því að þeir vilja ekki láta sjá sig. Ég skil það ekki heldur, Nei. en ég samt held að Já. einhvern veginn, það kannski að bara algjör vitleysa í okkur. Getur verið. En heyrðu, hérna, þökkum Guði fyrir að það eru bjart úti Já. og það sé sól og, eða svona, vorlegt. Ég get ekki verið frá út í myrkur núna, sko.
og líka bara keep in mind skilur að ef ykkur vinkur okkar að hlusta þannig, ég vil ekki barnadót sem með hljóð í Nei. bara svona fyrir komandi dag og svona Oh my god. Nei, ég myndi bara deyja sko. Nei, ógrís. Og ef að barnið mitt hallar sér eitthvað fram og segir hæ og það stóll búin að færa sér fram herbergið mitt þá ég flutt út. Já. Then I'm moving out, sko. Moving out. Herðu, until next time. See you next week.